og segjum bara til að það er komið. Já, við kannum reyna að vinna svo mikið heima. Þetta hugsa þetta líka klikkaði hús. Stendur í dag, hann með maífundinu. Það kom í dag. Já, maífundur. Já, maífundur, já. Bara senda þér einn flæði á það. Já. Þá erum við haldið þessu öllu svona undir þessum hatti. Já. Það var eitthvað fleira í það. Ég miskildi konceptið maífundur. Ég held að þetta maífundur. Hæ? Ég var bara ruglinu, fyrir ekki. Reply to all, vilt það nákvæmt? Já. Ok. Erum við komin í loftið? Við komið sæl og verið velkomin á 30. fund íbúaráðs miðborgarhlíða sem haldinn inn í Ráðhúsi Reykjavíkur og við erum hérna 5 í fundarherberginu, 4 í ráðinu og svo erum Hanna Björk með okkur á fjarfundi og við ætlum bara að hefja að leika og það er dagskrárliður 1 sem er tilnefning Foreldrafélags Austurbæjarskóla íbúar á miðborgarhlíða. Það er lagt hérna fram og Foreldrafélag Austurbæjarskóla hefur tilnefnt Jóhannu Símonardóttur sem varamann íbúar á miðborgarhlíða. Þannig að við bara bjóðum Jóhannu hjartanlega velkomna. Og svo er liður 2 og það er bréf mannréttinda og lýðræðisskrifstofu vegna ábendinga íbúara vegna fjárfestinga og viðhalds áætlunar. Og ef við opnum það bréf þá sjáum við það, við lögum þetta líka fram á síðasta fundið að undirbúningur fjárhagsáætlunar 23-27 hafinn. Það er kallað eftir ábendingum og óskum fjárfestingur og viðhaldsverkefnum á tímabilinu og ber að koma þeim áfram til eignaskrifstofu og fresti fyrir íbúara til að skila ábendingum 29. maí næstkomandi og það fylgir þessu svona gögn sem okkur ber að fylla inn í. Það sem Excel-skjal, það sem við getum kannski opnað bara til að upplýsa. Og þar eru settar inn, í þessu viðhengi má sjá, og við erum búin að fá fund þetta með borgina sem er farið í gegnum það sem liggur fyrir og nú þegar komið áætlun og það sem er í framkvæmd og mörg okkar vorum á þeim fundi og þar ræddum við þetta er ekki niðurbrotið á hverfi, það eru svona safnliðir undir stundum sem heita kannski skólalóðir í borginni, að það er ekki niðurbrotið hver hluti á hverfi, þannig að maður í rauninni veit ekki alveg hvað býr að baki og ég vona bara að þetta verði þróað áfram, þannig að svona áætlanir verði skýrari fyrir hvert hverfi fyrir sig og ég held að við höfum öll alveg verið sammála það, að það auðveldar það. Og ef við opnum hana eyðublaðið vegna tillaga íbúaraða, eyðublaðina tillagna og svo eyðublaðina jafnréttisskipunar, þá ber ráðinu að fylla inn í þetta skjal verkefnin og skilgreina hvaða sviði borgarinnar tilheyrir og hvort það tilheyrir til dæmis grænuplani eða lýðheilsu áætlun og svo er jafnframt fyllt út hverri tillögu þá þurfum að fylla út svona jafnréttisskimun fyrir tillöguna eins og er með öll málefni borgarinnar. Það vil ekki koma upp Excel-skjalið? Nei. En við höfum svo sem þið þekkið þessar upplýsingu við lögum það líka fram á síðustu fundi og bara til að upplýsa þá hélt ráðið aukafund núna á milli aprílfundar og maífundar þar sem við komum saman og fórum yfir og í kjölfarið útbyggum við svona safnskjal sem við höfum verið að vinna okkar á milli, Excel-skjal og ég veit að fulltrúar foreldrafélaga og íbúara hafa verið að kalla eftir upplýsingum innan úr hverfunum það sem fólk brennur á fólki og við höfum verið að safna í það skjal og þaðan fyllum við inn í þetta formlega skjal og sendum það síðan inn til borgarinnar. Þannig að og við á þessum vinnufundi þá fórum við líka yfir þær svona forsendur sem við höfum haft til grundvallar til þess að þau atriði sem við höfum viljað draga fram og það hefur verið svona línan í okkur hefur verið svolítið aðgengismálin
málefni barna, ungmenna, öryggismál og lýðheilsa. Og yfirleitt er mikið til það sem við höfum verið að senda inn þegar kemur að því að bæta öryggi gangandi í umferðinni til að mynda. Og auðvitað fléttast þessi mál saman líka mörguleyti, en þetta hefur verið svona leiðarljósi hjá okkur í þessari vinnu. Og við höfum áður sendt inn svona greinargerð með þessari áætlun og þessum atriðum sem við höfum lagt fyrir og ræddum það einmitt á millifundurum og myndum gera það aftur. Ég hef deilt með ykkur fyrri greinargerð sem þurfum svo að ljúka við að aðlaga og myndum þá senda með greinargerð með þessari áætlun. Er eitthvað sem þið viljið tjá okkur tengt þessum lið, eða spyrjast fyrir eða segja frá því sem þið hafið kallað eftir og þær ábendingar sem þið fengið? Nei, sko ég bara, þessi kynning sem bara var að svo, en auðvitað þetta bara hlutaði að kannski geta fara eitthvað dýpra í svona með áætlunum eins og Hlíðarendahverfi. Það verið að kalla eftir sífellt og heyra það aukinni þjónustu í einhvers konar formi. Fólk upplýði sem bara í nýju hverfi, en það engin þjónusta svo sem bara svona sem langmar svona upplýði í búðir og annað slíkt sko. En það kannski ekki svona tilgreint, en auðvitað það kannski svolítið erfitt í svona fjárfestingaráætlun ákveða að við ætlum að setja skóbúð eða lyklasmíði eða eitthvað skilur, en þetta svona... Það er ekki svolítið sértækt. Nei, ég segja... En almennt hægt að gera það. Það myndi ég halda. Það kannski svona vanta, því það klárlega köllun eftir því í þessu hverfi sko. Og þegar íbúasamtökunum hafa náttúrulega verið að svona fá ábendingar það. Já, klárlega. Bara svona gegnum þá íbúa sem búa þar og svo ekki bara í bandu opinberri umræðu sem bara verið vakin athygli á þessu. Já, akkurat. Bara í Hlíðunum að þá, sunnanmegin að þá bara mikið verið að tala gangstéttir að endurheimta þær og lagfæra. Það bara gróður langt komin út á og það illa merkt og það eru bílar upp á öllum gangstéttum eða á gangsvæðum. Þannig að það var svona svolítið áberandi. Og var það svona, fannst þér það svona meira einhverju hverju hlutum eða bara svolítið svona yfir allt eða? Ég tek meira eftir í svona sunnanmegin við Miklubrautina og þá það eins og Barmahlíð, Mávahlíð, Drápuhlíð, það er og svo Bógahlíðin þar. Og gróður sem að gróður, sem bara, komin langt út fyrir og líka í Hlíðaskóla. Bara gróðurinn er svo þungur og svona farin að taka yfir meiripartinn af lóðinni. Það bara taka svona slurk í það að taka á þessu. Já, svo alltaf gróðurinn bara síðustu vikun einhvern veginn bara svona... Já, hann alveg ræðist á mann, alls þar. Og líka umferð þá, eða fólk sé að leggja bílum upp á... Já, og það annað og það eru bara gangbrautir. Það mikið verið að kalla eftir því. Það svona, þú ert að ganga göngustíg, svo kemur að götinu og það engin staður fyrir þig til þess að labba sér beint. Þú ert að labba einhverja svona rosa krókaleiðir og fólk komið svolítið leið á því og vill bara það sé kannski skoðað að það séu meiri þægindi fyrir gangandi. Og Sigurðan, þú varst líka búin að vera að safna í miðborginni? Jú, og þetta er alltaf sama sem við þekkjum líka. Með gróðurinn og umferðinni. Ég kalla alltaf á það, umferðin of hröð. Sko það 30 er hámarkshraðinn og það gott að blessa. En að þá kalla ég alltaf eftir því að það sé farið eftir reglum. Mér finnst það ekki verið að gera það. Nei. Og mér finnst það einmitt bara, og ég fór svona eins yfir það sem þau mál sem hafa komið inn á borð íbúaráðsins og það sem við höfum fjallað bæði bara síðasta árið en líka bara svo lengi. Og það mér finnst þetta bara síendurtekið, það að tempra umferð ökutækja og auka öryggi gangandi yfir götur. Og ég veit eins og Njarðargatan, það bara eitthvað sem kemur aftur á okkar borð. Og fleiri götur, Barmstígurinn og Snorrabrautin og ég þekki þetta. Og Langahlíðir við Háteigsskóla til að mynda. Háteigsskóli er alltaf klassískt. Þannig að og umferðin bara í kringum skólann og leikskóla. Þannig að þetta passar alveg inn í öll þessi áhersluatriði sem við höfum svona sett að við viljum setja í forgang
Þannig að mér finnst við vera komið með rosa gott vinnuskjal til þess að vinna úr. Ég held alveg að Mér fannst það því að kíkta á það. Já, og góða viðbætur í síðan að komið margt úr hlíðunum í skjali núna. Er það bara frá foreldrafélaginu? Nei, foreldrafélagið svo líka úr hverfisklúbbinu Hlíðar, besta hverfið. Settur inn bara þar? Já, ég setti bara inn þar og bað bara ábendingar og fólk myndi senda á mig og líka bara benti á ábendingar við Já, fólk væri sumt á náttúrulega kannski heima þar, frekar en í, svona stóru plaggi, eitthvað sem hægt að gangi fljótt. Þannig að endilega hveti fólk til að nýta það betur. Já, og fólk búið að segjast þeirra að einmitt taka svolítið slúrt núna og pikka í alla þessa hluti sem að... Já, flott. Og það fleira, það er svo leiksvæðin sem eru að koma inn upp og það grænsvæði á leikskólar þar sem að, mögulega að hætta eða breyta starfið, að þar komi kannski almenningssvæði, grænsvæði. Það verður að kalla eftir fleiri battavöllum í miðborgina, sem við höfum áður fjallað Þannig að það er svona ýmislegt sem tínist til. Og sömuleiðis eins og Ylströndin í Nauthólsvík, og þar verði drifið í að klára framkvæmdir og sett í algjöran forgang. Þannig að spurning hvort að við vinnum þetta ekki bara áfram okkar á milli og ráðið þó að við erum náttúrulega ekki öll það vantar nokkra fulltrúa og þurfum að skila sig inn fyrir 29. sem á sunnudaginn. Eins og við höfum stundum gert, þá höfum við unnið það í sameiningu á milli funda og sent frá okkur. Þannig að það væri svona mín tillaga að vinna þetta áfram þannig úr þessu skjali. Það var svona ákveðnum fundum daginn líka? Já, við ræddum að við myndum gera þannig. En þetta er líka bara góða vettvangur samt að það er eitthvað svona sem að fólk vill ræða eða nefna sérstaklega. Ég held ég að við erum búin að setja allt bara inn í þetta skjal og reyndi svona að merkja þetta hvort að vera í gangbrödd eða ruslatunnur eða hvað til þess að svona auðvelda. Já. En við þyrftum að fara þá sameiginlega inn í formlega skjalið og vinna þetta þar inn og jafnréttistilrauna, því þetta er náttúrulega töluvert magn á málum. Þannig að Hún var þá bara í okkur á laugardagar, sunnudagar. Já, við getum kannski skipt svolítið með okkur verkum með að fylla inn af því þetta er svona handavinna sem þarf að vinna, þannig að við kannski bara formum það á eftir. Þannig að þá margar hendur og hausar bara horfa á Dallas á laugardagskvöldi og í þessu bara. Kannski ætla ekki að... Sleppið bara horfa á Dallas á laugardagskvöldi? Algjörlega. Það er Dallas sem ég þá að segja alltaf, ég kalla þetta skýr vinnubröð, maður veit alveg hvað maður á að gera. Já, einmitt. Aðgangunni á skjalinu hafði dottið út, þannig ég var að endurbiðja aðgang. Já, ok. Ég þurfti líka að biðja aftur, ég gæti opnað þetta fyrst og svo á milli daga þá datt ég einhvern veginn út. Margrét heldur sér þétt að þessu. Ég komst inn á það. Ég var að glöða að ég sé inn í skjalinu, sko. Maður sjá. Sigfúsómar. Ég er búin að senda það núna aftur. Dásamlegt. Já, þannig að er þá væntanlega þá myndum við bara bóka að... Þá er bara samþykkt, kemur fram fundargerð að fela formanni að klára... Í samráði við ráðið. Já, að klára sem sagt þau gögn sem þau að skila fyrir 29. í samráði við fulltrúa ráðsins. Já. Það er sem sagt, og síðan er þetta að leggja ef þarf fram á næsta fundi, það sem voru að vinna millfundi. Já, þannig að það verður væntanlega nýtt ráð þá, sem að, en þú veist, enga sér það er bara látt fram. Þannig að þetta stimplist allt inn í Já, þá er það bæði ákveðin að taka núna, sem sagt hvað þau eru að fara að gera og skila með tilskilin frest og síðan er það lagt fram á næsta fundi. Já. Þannig að þá er allir upplýstir. Já. Hvenær er þið næsti fundur? Er hann í ágúst? Já, ég myndi halda að hann væri í ágúst. Það er bara... Þið fallið niður í júnífundur. Já, það er sumarfrí alltaf, 2 mánuði, og það er bara fagráðin sem myndi funda, eða held ég að örugglega sem funda eftir þegar búið er að skipa nýja borgarfulltrúa. Já. Það var bara næsti liður. Já, þá er það bara samþykkt.
Þórey... Settu þetta bara inn í fundagerðar við móti bara núna saman fram á? Já, samþykkt að fela formanni í samráði fulltrúa ráðsins. Það það sem, en ég þarf að sjá Þórey Hanna Björk fyrir ekki. Já, að hún samþykkt að Hanna, viltu leyfa okkur að heyra hvort þú samþykkt? Nei, já, ég samþykki. Ok, flott. Og sömulegis vekjum við athygli á því ef að fólk getur komið okkur á framfæri við ráðið að senda okkur endilega póst eða hafa samband við íbúasamtökin eða finna sína leið. Það er öll netverk inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, þannig að þið finnið greiðan aðgang að fulltrúum í ráðinu þar. Og eins og alltaf skilabúðin á lifandi síðuna með önum live. Já, undir fundin, akkurat. Þá höldum við áfram og förum í næsta lið. Það er lið 3 sem er aðgengi íbúa við göngugötur á heimilum sínum sem er hérna til umræðu. Og Sigrún, þetta kemur frá íbúasamtökum miðborgar, þannig að ég kannski bara bið þig að segja okkur aðeins frá hvað hefur verið rætt. Á aðalfundi samtakana þá kom þetta upp að það eru göngugöturnar og íbúarnir og það eru reglur hvernig þetta á að vera sem eru á heimasíðunni. En íbúanum finnst það ekki alveg að gera sig. Okay. Að ef þú átt stæði þá máttu komast að því, en það er ekki allir sem eiga stæði. Já. Þannig ef fólk er að koma með eitthvað stórt heim til sín eða bara gera rósaöngum, segjum svo núna fyrir fjölskylduveislu eða eitthvað, ert að koma sér upp á húsinu þínu. Og þá getur þú lent í, og ef fólk hefur verið að fá sektir og fyrir þetta að lenda í leyfundum. Þannig að það kalla eftir því að hvort það væri hægt að taka svona samtali hvað er hægt að gera betur. Já. Voruð þið með upplýsingarna frá Heimi sem hann aflaði? Já, hún er senda áfram en við kannski verpum það bara upp hérna. Því ég svaraði svo tilbaka. Já, við varum að kíkja á svarið sem fengum og svo getur þú sagt okkur. Já. Þannig að ef það er fólk sem er á fundi núna eða... Já, ég sendi bara þegar, ég sendi það á Facebook eða... Nei, ég er með þetta, ég bara... Já, þú ert Heimir, já. Já, ég er Heimir, ég bara aðeins að snerta þetta til, þetta er svona... Já, gott. Þetta er snerta þetta til. Já, þannig að þetta verpa þessu. Já, en allt er fína. Heimir er standa sem vil þetta. Já. Já, ég kalli mig líka Heimir upp á húsgæðis, það er náttúrulega... Herri, ég ætla að senda þig áfram þá það sem Sigrún sendi sem svar við þessu sem við erum að varpa upp. Hvað er netfangið þitt? Það er Elizabeth.Pétursdóttir tölustafurinn 1. Ég ætla bara að deila hérna hann sem sagt já, hann sem sagt sendi sem sagt fyrirspurn á umhverfis- og skipulagssvið út frá þessu sem stendur á vef Reykjavíkurborgar að við sérstaklega aðstæður geti íbúarnir fengið afnot af göturýminu utan tilskilins vöruflutningatíma, til dæmis í staðir í flutningum, viðgerðum og húseign og svo framvegis. Íbúarnir finnst þetta ekki vera að virka og tala um að þessi að fá stóra sektir. Við veltum möguleika á íbúar fá einhvers konar skilríki til að færa sömur á búsetu sína, kannast við umræðu þessu tagi, segir sem sagt Heimir. Hann fær þessar upplýsingar hér að verklagið hefur verið þannig að gefin hafi verið út sérstök götukort á þá íbúa sem er að stæða á lóð innan svæðisins, það sem þú varst að vitna í. En einnig er þetta að gefa tilfallandi leyfi ef íbúar hafa þurft að nýta götuna, til dæmis við flutninga eða stærri framkvæmdir. Og þá er hægt að sækja slík leyfi í gegnum afnotaleyfi. Þannig að það er einhvers konar farvegur þannig. Þekkið þið hvað þetta þýðir? Hvað þýðir að sækja leyfi í gegnum afnotaleyfi? Er það eitthvað... Já, íbúarnir hafa allavega getað gert þetta, en þeir tala það að þetta geti tekið nokkra vikur, alveg næsta. Þetta er ekkert eins og þetta er ekkert spontant, þannig að maður kannski að kaupa eitthvað stórt. Já. Eða ert að skjótast og sumir geta gert það, en að komast ekki heimilin sínu nema kannski eftir einhverjar vikur með eitthvað stórt, að það finnst íbúanum við göngugötur ekki gott og þetta er ekki margir íbúar. Að þetta sé svona hamlandi fyrir þá. Þannig að þið myndu vilja að það væri einhvern svona rýmri rammi fyrir íbúa við á þessum svæðum til þess að komast
leiða sinnar Já, ef það væri til dæmis að flytja eða hvernig sem það er. Það væri einhvern veginn... Já, bæði, náttúrulega ef það er að flytja þurfa lengri tíma, þá myndir það að sækja en þá þarf bara að passa sig að sækja með lengri tíma. En allavega ef þú farir svona tilfallandi að þú þarft að komast heim til, kannski fyrst gefið sófættur og bingo og ert að fara með heim, að þú gæti sett eitthvað svona í bíliðinn, ég er íbúi, ég má þetta. Já. Því að það ber á því að það eru margir mjög uppteknir að þetta er gangugæði, má ekki koma í bíl, að þú ert kannski þarft að komast að, þú segir ég bíl hérna, og í einu tilfelli þá er ég að vera að skemma bílana, sko. Það er sumir, þannig að íbúarnir eru svolítið svona í klemmu. Já, Já, bara svo skiljið þetta, var það þá sem er íbúi við göngugötur, eða það sem er ekki, þetta hefur ekkert að gera með það sem búa við þröngar götur, þetta er bara þeir sem eiga að búa við göngugötur. Já, af því bílaumferðin er bönnuð og þeir megi ekki fara inn og þegar þeir koma með vöru þá er að koma fyrir klukkan 11 á morgnana. Já, þannig að við erum basically bara að tala um Laugaveginn. Já, þetta er skólastígur neðst og þetta er svona, já, það sem er alveg pjúra göngugöta. Þannig að þú ert að skipuleggja mjög vel að mátt koma fyrir 11, en svo var ég líka nefn á skólastígum daginn, þá var þetta líka að bera það að það er ekkert allir sem vita að það megi koma með vörur, að vöruafhending sé til 11 á morgnana. Því það er líka verið að horfa á öryggi barnanna, það eru Parísar, þetta er líka verið að tala um þetta. Og það eru leikskólakennarar að koma fullt af börnum að það Grænuborg eða rétt hjá þessu leikskóla Njálsgötunni og það hefur jafnvel verið að leikskólakennarar hafa ekki vita af þessu, sleppt öllum börnunum á göngugötunni og þá hefur einhver komið í búðinni eitthvað sem býr og sagði þú ættir að passa því það núna er vöruafgreiðsla og það hefur líka verið að koma aftur og það var líka að kalla að þetta upplýsingarna séu þannig að fólk viti af þessu, þetta er eftir öryggi íbúana. Eins og þessi vettvangur sem að þið íbúasamtökin í miðborg eru núna aðila að og íbúasamtök er það ekki líka í Hlíðum, samráðsvettvangur málum miðborgunar. Er þetta eitthvað sem hefur verið rætt þar eða er þetta ekki vettvangurinn kannski til þess að taka þetta upp? Jú. Og svo eftir að það verði mótaður einhver rammi sem að svarar þessu hluti sem þú ert að nefna þetta. Ég myndi kalla eftir því að liðki til fyrir þess að íbúa, að þeir upplifi ekki svona hömlur að eiga hús þarna eða íbúa. Ég má, að ég aðeins upplega með samráðshóp svona kannski full stóra regli fyrir svona, komum svolítið svona sértækt fyrir hluta íbúa, en ég skil samt, þá er ekki að gera lítið úr málefninu, en mér finnst þess að ég hef upplega samráðshópin svona, það er að tala um fjöldaflutninga, rekstraraðila úr borginni, þetta er svona kannski stór regli, en það getur vel verið degi heima þar undir kannski tilteknu málefni þegar að ræða þann hluta miðbæjarins, sambýli, rekstraraðila og íbúa, það getur vel degi heima þar, en svona fyrst í stafni myndi ég halda að þetta væri svona full stór regli fyrir kannski svona sértækt vandamál sem á alls ekki gera lítið úr. Ættum við þá frekar kannski bara óska eftir fundi viðeigandi aðilum hjá borginni varðandi sem hafa með þessu götukort að gera? Ég myndi halda það bara til þess að fá skilaboðum út frá þessu sértæka máli, þannig að við fáum þá, og þannig að íbúasamtökin miðborgar fáum bara skýrsvör þetta þá, ef það er einhver önnur aðgangsleiðir frá það, hvort sem það er gegnum pólitík eða hvernig það er, ég myndi ekki það. Hvernig getum við miðla því að óska eftir því þá að fá að taka þetta upp við einn aðila innan borgarinnar? Sko þið geta náttúrulega sendt fyrirspurn í rauninni varðandi þess að, þú veist, gert þá í leiðinni athugasemdir eða varðandi þetta sé ekki nógu skilvirkt. Fyrirspurn krefst þess að það sé svar. Bókun í rauninni bara stutt athugasemd eða afstafa. Þannig að, Það er spurning hvort við mótum þá kannski fyrirspurnina bara núna, eða þú vilt kannski gera svona smá drög og nýtt bara það sem að þú svarir sem þú sendur okkur á það. Mér finnst mikilvægt að setja þennan öryggisvita sem þú ert að benda á sem ég er þess ekki áttum á, sko. Það er að greinilega ekki full meðvind allra til 11 ertu kannski heldur þá þú getur að labba með börnin eða eitthvað, svo er það ekki að því að það er meina að flytja smátt og lítið eða
smátt og stórt. Það svona eitt, en hitt ekki íbúana, þannig að það komið svolítið skýrt fram, þetta eru ólík element svona. Ég segi þetta svona segur hóllina, en mér úr því við erum sendið, þá myndist mér alltaf að setja það svona með. En þá það að reyna að móta þetta í fyrirspurn. Þá verður henni bara stutt, þið getur bara verið með 1-2 setningar semst að þetta til hvers þið viljið að sé verið að taka tillit til, eða annars vegar öryggi og hins vegar. Og svo bara verið með spurningar. Hvort hægt sé að einhvern veginn bæta ferli og stytta umsóknartímann, eitthvað slíkt. Eða bara hvað þau sjá fyrir sér og hægt sé að bæta þessum málum. Í rauninni þetta eru bara 200 orð. Draga bara upp þar sem ekki er ánægð með og það sem stendur á, sem þá til dæmis það að íbúar hafa ekki allir, eiga ekki allir stæði. Og ég myndi alveg halda þessu í svona sikkurum flokknum, þetta sem þú talar annars vegar varðandi vörugröstina og svo, þú veist, varðandi íbúa að komast að húsunum sínum. Og ég senda tillöguna mína til ykkar tveggja. Ég sendi bara til okkar og þá getum við kastað henni þessum milli. Inn í spjallið? Já, ég fór ekki að funda, ég fann inn í spjallið. Þá sjáum við öll og Hanna líka þegar hún er í fjarfundi. Og við getum alveg kannski bara gefa okkur tíma með við ekki alveg... Jú, þið getið í rauninni með þér að vinna þetta. Ef að Hanna er líka samþykkt því að senda fyrirspurn, eða þannig að skoða hana á eftir, þá getið þið farið í næstu umræðu í rauninni með þér. Hanna, vilt þú bæta einhverju við? Verðandi fyrir fórhaldafélaginu? Já, nei, ég hef engu við að bæta, það er bara fínt, sko. You can join the meeting after the host admits you. Ok, þá skulum við bara halda áfram að vinna þetta. Og svo varpa einu upp á eftir og þá í rauninni samþykkið þið. Já, og það er mjög fínt að nota spjallið þegar þá erum við öll að sjá og getum þá gert athugasemdir bara skriflega við það og hjálpast að þegar maður getur ekki alltaf að hugsa í orðum svona þegar maður er undir pressu. Já, akkurat, ég er akkurat þar. Já, en umræðin er samt komin og þú veist, þú varst búin að senda okkur athugasemdir við þetta. Já, það er. Akkurát. Er einhver sem vil taka til máls eða bæta einhverju við hér eða þá höldum við bara áfram dagskrá fundarins. Það er reyndar líka erindi frá íbúasamtökum miðborgar sem ónæði frá skemmtistöð, þannig að við kannski bara setjum pásu á í fyrirspurnina og þú kannski gerur okkur aðeins grein fyrir þeirri umræðu sem átti sér stað á vettvangi íbúasamtakana ónæði frá skemmtistöðum í miðborginni. Og þið voru með fund og lögðu þar fram ályktun. Stuttu fyrir aðalfund þá var farið að bera mikil óánægð meðan íbúa að hávaði í miðborginni. Það var allt farið á fullt eftir COVID. Og við fengum erindi til okkar íbúasamtökunum og það var ákveðið fjallum það á fyrsta fundi eftir aðalstjórn en á aðalfundinum þá vorum við með ályktun sem ég sendi á ykkur. Og sendum hana á alla fjölmiðla og skum eftir samtali við borgina að sé hægt að gera eitthvað. Það sem maður sæði svona fyrst að vera hægt að gera að það eru úti hátalarar hjá nokkrum skemmtistöðum í miðborginni, nálægt þar sem fólk býr. Ef það væri hægt að byrja að slökkva á þeim eða taka það inn á staðina. Og svo allir í kjölfari hafa íbúar á þessum stöðum verið mjög duglegir að koma í fjölmiðlum. Þannig þeir kalla eftir athygli og það er svona, við erum með komið vinnuhóp innan íbúasamtakana þetta. Já, þannig við lítum þetta graf alvarlegum og viljum fá samtal. Þannig er ályktunin frá okkur. Þannig er ályktunin. Sem vísum í það að Skóraborgur sem verjir rétt íbúum til að hafa svefnfriði nætur. Til samkvæmt 4. grein lögreglusamþykktar fyrir Reykjavíkurborg er bannað að hafa nokkuð sem veldur ónæði að raska nætur og manna. Og þetta hafið þið sendt frá okkur. Já, þetta sendu frá okkur. Og svo tekið upp á vettvangi, samráðsvettvangi málefni miðborgarinnar, er það ekki? Já, tók það þar á fundinum. Akkurát. Okkur finnst líka að það samkvæmt 27. grein lögreglusamþykktar heldur ekki að mætti skerpa á þessu. Og það hún felur það í sér
þessi grein í rauninni að það sé ekki hátalarar kannski. Nei, það hávaðinn og við köllum alltaf eftir að lögreglan gera eitthvað. Það hefur ekki gengið og íbúar miðborgar sem eru nálægt þessum stöðum eru langþreyttir og fólk þetta fara að hafa virkilega áhrif og fólk sefur illa og þetta eins og maður segir að svefn undirstaða vellíðunar í fólki þarna kemur lýðhelsa, öryggi grunnþörf en auðvitað köllum eftir meira en bara fyrsta skrifin sem hægt var að gera eins og það er að taka hátalarann Ég bara velti fyrir mér að því ég fylgist með þessu umræðu bara fjarlægt, auðvitað sem þáttakandi íbúðaráðinu en þetta er ekki ný umræða, en ég bara velti fyrir mér það að því að þetta kom COVID og þetta dó allt í svona skemmtarlífin sem við þekktu það. Var þessu umræða, sömu íbúar sem raskað núna svefnfrið, voru þeir á sama stað fyrir 2,5 ári fyrir, þannig að þetta er ekkert verra, þetta er bara það sama. Það er ekki þannig að þetta sé orðið öfgafyllgraldinu var bara þetta sama vandamál, sömu staðir, sama fólki sem ekki sofið og sömu hátalarar. Við erum svona... Já, það hefur bæst reynda við fleiri húsa, til dæmis á Skólavörðustígnum, því að það hafa komið fleiri staðir. En þetta er vissulega verið til stað að það stóð til hjá okkur haustið 2020 að hafa málþing þetta. Og þannig að þetta, eins og segir, þetta er ekki nýtt, en íbúunum finnst það ekki hafa verið gert neitt, en auðvitað kom COVID og þá fann fólk friðinn. Nú er þetta að fara alltaf aftur og segja við höldum áfram þar sem frá var horfið frá 2020. Og þið það ekki, það liggur fyrir að þið ætla að halda málþing Jú, stefnum að því. Við erum með vinnuhóp og við stefnum að því að hafa því í haust. Það segir bara hvað maður á meðaldra og auðvitað hún var skemmtilega bara að gúgla neitt. En ég get alveg, þú veist, spurning hvort að íbúar vilji taka undir ályktunina og að við sendum það þá frá okkur inn á þennan samráðsvettvang þar sem verður þá tekin upp málið tekið upp, eins og við ræddum svona lauslega áðan. Inn í samráðshópnum miðborgar. Já, þannig að við myndum leggja þá, ályktunin fylgdi ekki útsendum gögnum, en við myndum þá leggja hana hér fyrir fundinn og þá verður hún partur af fundagögnunum bara áfram inn í hverju við og við getum bara tekið undir ályktunina og óska eftir að þetta verði tekið upp á þessum samráðsvettvangi sem þið eru hluti af, með formlegum hætti. En getum við ekki stigið skrefið lengra óska eftir að nota það afl sem fylgir íbúðaráðinu inn í borgarkerfi og óska eftir, þetta tekist upp einhver svörin eða þetta sé einhver skoðun en að það sé einhver vikt sem fylgir frá okkur að íta þessu inn í. Það væri það að taka undir ályktunina. Þá eru við, þú veist, að fulltrúar borgarinnar sitja í samráðshópnum. Þetta er ekki hagsmuna, þetta er fulltrúar úr borgarkerfinu sem sitja þar. Vissulega. Sem að þá er að taka sérstaklega málefni miðborgarinnar. Það var svona hugsunin. Það er, ég að óska eftir að þetta fari mjög góðan fyrir. Það styður ykkar mál sem sagt ef íbúðaráðið sendir leggur það fram og sendir svo bókun út frá ykkar sem sagt afstöðu sem að bætir það nokkurt við eða tekur undir. Ég get tekið undir þetta og finnst þetta bara, finnst mér brýnt að þessi tekið upp á þeim vettvangi og vonandi fundin einhver lausn á þessu. Þannig að getur þið samþykkt það að við tökum undir ályktunina? Já, algjörlega. Já. Hanna, hvað segir þú? Já, hún tekur undir. Og það segir Það spurning hvernig myndir þú orða þetta? Bara íbúar og miðborgar hlýða, tekur undir ályktun íbúasamtökunna. Eða hvernig myndum við þurfa að álykta svona standað fassin í stjórnsýsluna? Það er bara eins og þú ert að segja, hvort þið viljið bæta einhverju við. Eða þess áttar er unni að því bókunin lýsir bara stuttri afstöðu. Þannig að það er alveg nægilegt einn setning að takið undir, en líka ég geti óskað eftir einhvers konar. Mér finnst þess að maður leggja örlítið meira vikt í að segja að við óskum eftir í að þessi þarft mál sem þurfi skoðuna við, þurfi viðbragð eitthvað slíkt. Skjót viðbrögð. Já, skoða þið fyrst. Já, viltu drafta með þessu viðbótar
með skjótum viðbrögðum eða svona, þannig við leggjum svona áherslu á það. Og þessi samráðsvettvangur að funda reglulega? Ekki þannig, sko. Ég held að næsti fundur ekki finn í haust eða vetur. Kannski er hægt að bæta við bókunum og óska eftir að þetta verði bara tekið upp eða það verði haldinn fundur, aukafundur í júní. Þú veist að við óskum eftir því. Við getum óskað eftir en ég ætti ekki vona á því. Er það ekki bara, ítum við þá ekki bara aðeins betur á þetta? Þið eru náttúrulega óskað eftir að þetta sé skoðað með einhverjum hætti. Já. Og við viljum að það sé gert sem fyrst en ekki kannski í haust. Náttúrulega eru sumarfrí, þannig að ég veit ekki alveg hversu raunhæft það er bara í rauninni. Sérstaklega með tillit til að þau funda ekki það oft. Og þá er þetta meira kallandi en eitt annað. Það sem ég hræddi sko, því þá verður ekki 10. september, október, þá erum við búin að halda málþingi þá hvernig þeir eru 3-4 mánuði liðnir og ekkert hefur gerst. Við getum ekki kallað eftir að verða að byrja hátalunum. Það er bannað að valda ónæði íbúa og kalla eftir því að byrja á því. Það er hægt að gera það. Maður er hægt að gera það strax. Þið getið sett það í bókunarunni að það sé allan að skoða. Þá er allan búin að nefna hvert. Já, maður segir þá leggur það til að gripið verði strax til aðgerð til að mynda að hátalarar verði teknir. Já, ég er alltaf að horfa á það, ég veit þetta er tungt í vöfum en bara leiða. En það er samt svo skýrt ámark atriði, sko. Og eitthvað sem væri að gera strax, þá væri eitthvað að gerast. Þið getur óskað eftir því. Óskað eindregið eftir. Að hátalar verði fjarlægðir hið snarasta. Já. Það er ótrúlega furðulegt að vera niður í bæ og vera með hátalara frá mörgum stöðum. Ég fór niður í bæ og var svona smá að upplifa þetta og svona skoða þetta og þetta ég væri orðin alveg bara snarbilið ef ég byggi við þessa staði. Þetta er samkvæmt lögum, þá er þetta bara. Já, minnst það gott til að bæta því við. Getur við samkvæmt bókunni, vísa því við? Jú, það skal. Þá skal ég það í hina bók. Já. Við þá bara, Sigfús tekur þetta saman sem við vorum að ræða og sendur okkur inn í spjallið þar sem við getum sameinast bókun varðandi þetta mál. Og ef þið samþykkið þá myndum við bara halda áfram í næsta dagskrárlið. Ég gleymdi að segja það upphafi en það liggur fyrir yfir 20 styrkumsóknir sem við þurfum að taka fyrir og fara yfir á lokuðum hlutafundarins. Hvað sé? Það eru svo margar styrkumsóknir sem við þurfum að fjalla sem verður ekki beinni útsendingu þess vegna erum við svolítið að fara svona fljótt yfir fyrir hlutafundar þannig að við eigum góðan tími að fara yfir styrkumsóknirnar. Við þá bara Sigfús heldur áfram að drafta þessa bókun og við höldum áfram í lið 5 sem er aðgengismál á Ylströndinni í Nauthólsvík og það höfum við haft hér til umfjöllunar hjá okkur í 2 eða 3 ár held ég og við erum duglega að ýta eftir því að aðgengi eru bætt við Ylströndina og ég kallaði eftir upplýsingum af því og setti þetta á dagskrá af því að framkvæmdir þar eru ekki hafnar til þess að bæta aðgengi og mér þótti það undarlegt og það eru komnir núna eru komnir svona stórir stólar sem auðvitað aðgengi Ylströndina en það er ennþá ekki hægt til dæmis að komast inn í gufuna nema af því að það eru bara mjög bratt þrep og sömuleiðis er bara ennþá þröngur aðgangur inn í klefana og svona. Þannig að ég sendi fyrirspurn og það er allt í rauninni tilbúið, teikningar og sérteikningar og það er verið að bíða núna eftir verði í framkvæmdina frá iðnaðarmönnum eða framkvæmdaraðilum og það er annars vegar verið að gera sérklefa inni og svo er annað á hendi Íþrótta- og tómstundaráðs eða ITR og byggingadeildar sem
þetta með aðgengi að gufunni og nýja laug og ég fekk þau svör í dag að það væri búið að samþykkja fjármagn í þetta og þetta lægi fyrir að fara í þetta en það allavega ekki byrjað og sumarvertíðin að byrja og það allt fullt þarna eins og við höfum oft rætt, það allt fullt af krökkum á sumrin og fólki og það væri bara svo ótrúlega mikilvægt að drífa í því að auka aðgengi ströndina þannig að bara börn með alls konar færni og fólk með alls konar færni geti komist vel þarna Þannig að mér langaði bara að við myndum kannski ýta eins og eftir þessu ósk eftir þetta verði bara sett í forgang að hefja þessar framkvæmdir til þess að sem flest geti notið þessara paradísar sem Ylströndin og hún gersamlega aðstæðan sprungin af því það svo mikil aðsókn þarna. Þannig að já, mér langaði bara aðeins að opna aftur og þá umræðu og nýta þannig vettvang til þess að ýta á að það verði farið í þessi framkvæmdir. Viljið þið bæta einhverju við? Nei, mér bara, erum við eitthvað að fara að bóka sérstaklega að okkur finnist drátturinn eitthvað á vænum, ef þetta komið í einhvers konar vinnsluvelli þá kannski óskaplega að gera nema. Já, ég myndi alveg vilja að við myndum, ef við tekjum undir með mér, að við myndum óska eftir að það verði bara drifið að auka aðgengi og það aðgerðir sem hægt að fara í strax til að mynda, bara rampa upp á gufunni, að það verði bara byrja þó að kannski kom ekki auka pottur fyrir einhvern veginn í haustið eða arðfræðin minnkar, að það sem hægt að gera strax og við vorum að ýta á þetta síðasta sumar. Já, við vorum að ýta eftir þessi síðasta sumar og þar síðasta sumar, eða fyrir sumurinn, að þessi atriði sem hægt að fara í strax. Án þess að það sé að verið að grafa upp eitthvað allt og eitthvað, þú veist, ég ekki að tala um það. Nei. Þannig að gætu þið tekið undir það? Já, algjörlega. Algjörlega. Þá, Hanna tekur undir það. Hanna tekur undir það. Þá ætla ég bara að drafta smá bókun og við erum öll bara í smá skriffinnsku. Já, mér finnst mjög vant eitthvað að gera, ég ekkert að skrifa. Ég ætla þess að mitt í öll. Já, þú hjálpar okkur að með orðalag og svona. Jú. En þá, ef einhver að fylgjast með fundi, þá bara svona smá pása. Ég hendur þessu bara inn í tjatti varðandi bókunina. Já. Já, flott. Ég hendi mér smá og hjálpar mér að laga hana. Kannski lesa það sem ég er að gera, ég er ekki íbúið á miðbaki. Við erum bara að gera smá bókun fyrir Ylströndina líka, þannig að það svona 3 bókunir í gangi. Ekkert mál. Já, bara verða batterið þess að Já. Hvað er þetta? Það allavega ekki daginn að kalla þetta rými heimild íbúð. Rými heimild. Kannski að setja svo ekki komi til sekta eða slíkt. Já, fólk að lenda í því. Mér ekki að tala um það sem það að leikja til hennar og fólk ekki gert myndir. Það að leikja allir. Uss. Það komið skoðast það sem ég að læra eitthvað. Prófum að setja þetta inn. Þetta sem bara inn. Ég lesa þetta frá þér.
Eigum við þá kannski að byrja bara á fyrstu bókuninni Sigrún sem þú varst að klára sem varðandi Já, göngugöturnar. Var að setja hérna. Auka aðgengi íbúa miðborgar sem búa við göngugötu, vöruafgreiðsla til klukkan 11 alla virka daga en kallað eftir rýmri heimild fyrir íbúa. Óskar eftir að íbúar fái skilríki í bílinn og geti notað ef svo ber undir, svo ekki komi til sekta. Eins varðandi öryggi þá þarf að merkja göngugötur betur að vöruafgreiðsla sé heimild til klukkan 11 alla virka daga. Þetta svona meira svolítið eins og bókun heldur en ef við værum að senda fyrirspurn. Okay. Þá væri það falið í sér að við erum að kalla eftir svari og viðbrögð. Okay. En má það ekki bara umræða þetta þannig? En þá bara í rauninni þannig komin grunnur. Þannig komin grunnur sem það svo bara móta fyrirspurnir úr. Viltu ég gera það svona best? Já, viltu taka eitt snúning á það? Og ég myndi, já, þannig að þú ert að draga þarna fram það sem að, skiptir máli, en svo þarf kannski að móta, þessi fyrirspurn. Já, spurning. Ég myndi bara nota textun að skrifa svo bara núna óskar eftir að kanna sig með umhverfi til eitthvað svona skilur. Já. Ekki bara breyta textan og setur henni bara spurningur aftan. Ekki fremst. Nei, þetta er svona inngangurinn. Rökstuðningur og svo kemur spurningin eftir það, sko. Já. Það býða þegar Ég setti þarna sko, hvernig er þetta að koma til móts við íbúa svo þeir geti komið vörum til heimila sinna? Já, og það verður að óska eftir rýmri. Það hægt að koma vörum, en þú verður að vera með 2 vikna fyrirvara á því, sem kannski ekki allir svo skipulaðir. Kannski fæstir. Já, það bara hringur alltaf. Já, Sigfús, má ég taka snúning á það sem þú sendir varðandi Ég ætla að hoppa þá yfir í það sem að varðandi ályktunum háðan og þá myndi ég vilja að það kemur bara strax fram að við tækjum undir ályktun íbúasamtakanna. Mér finnst það skipta máli. Þannig að Sigfús, ég ætla að bæta því inn. Okay. Myndi ég segja meðfylgjandi ályktun og ég vísi hana þannig bara nóg að segja undir ályktun íbúasamtaka miðborgar. Það er nóg. Já. Eða meðfylgjandi, það er líka alltaf leið sem getur fylgt. Já, er það ekki? Sérstöðu síðan. Já. Ég fatt að núna. Ég verður þetta. Já,
ég ætla að senda tilbaka þarna varandi skemmtistaðana. Þórey, þú mátt kannski kíkja á það. Það er ekki í borginni. Sko. Getur það fengið. Kjósa að nóta. Hvað segirðu? Kjósa að nóta. Nota. Það er skipt með öryggi. Já. Það segja ekkert eins, bara varðandi öryggi. Ég bætti við bara að verði virtar og hátalarauðandir að verði settir inn af því að það er bara svo skýr aðgerð. Já, einmitt. Þannig að þetta er annars vegar, Elísabet, annars vegar er þetta að við tökum undir ályktunina og að við leggjum áherslu á að þetta verði tekið upp. Því fyrst ætla að tryggja þessar grunnþarfir eins og svefn og svo tökum við sérstaklega fyrir hátalarana. Sérðu þetta eins og þetta kemur fyrir núna? Já. Er þetta Nýjasta útgáfan frá þér, já. Er eitthvað svona sem myndir ráðleggja okkur að lagfæra? Kannski aðalega þegar það verði kannað, af því að við ættum að ekki að reyna að óska eftir að þeir verði fjarlægðir eða allavega slökkt á þeim eftir eitthvað vissan tíma. Já, þú veist, við segjum hérna bara að þessi Ég geti sagt að þá þessi lausir hátalarar sem rekstraraðilar sem er skemmt að kjósa að nota utandyra verði fjarlægðir. Tafarlaust fjarlægðir. Tafarlaust. Var ekki það sem ég skrifaði? Nei. Nó, skrifaði það ekki? Jú, það kemur hann í lokin að utandyra. Já, ég bætti því við. Já, ok. Betra eins Bara og styttra. þú leggur til, þá er það styttra. Við þurfum í raun ekki að endurtaka að verði gengið að reglurnar verði virtar, það komi fram. Já. Sem kjósa að nota utandyra verði fjarlægðir. Já. Ertu til að varpa þessu kannski bara upp? Þá getur við kannski bara gengið frá henni. Við Sigfúsum að klára aðgengi. Já. Það er bara 200 orð, sko, það. Já, þetta er ný tölva og bilaði putti og eitthvað Ég held að það væri í ritgerðarskrifum. Margur heldur mig sig, sko. Þessi spurningum að segja tekur undir ályktun íbúasamtaka Miðflokks sem lögð er hér fram. Já, það er ekki þannig að þetta sé alveg skýrt við hvað Fram á fundi. Já. Það er ekki hægt á. Já. Mjög flott. Ok. Já, mjög flott. Þetta var á endurinn. Ok. Nei, það er nú bara allt hérna. Nei, ok, ég veit. Við ætlum þá að byrja á því að bara varpa þetta upp varðandi ályktanir frá íbúasamtökunum og vonaði vegna skemmtistæði Miðflokksins. Það er ignorið það næst í þessu skilabóð sem komur á Sigurinn. Já. Ég misti mig í kóperingunni, sko. Og
1816 númer. Já, 1816 er rétt. Hvað fyrir? Já, það var lítið. Já, það var heilmikið. Og það er hérna 612, 1812. Ég var að lesa það. Nei, var hérna með... Var það ekki þessi seinni? Frá mér er 1816. Nei, nú er ég spil hérna Við erum að taka... Háa? Já, við erum að taka búrðarstofn. Já, ok. Við erum að varpa henni bara henni upp. Já. Og það var þetta bókun sem fylgir þessum fundar dagskrárlið, íbúar á miðborgar hlið tekur undir áréttun íbúar miðborgar sem lögðu hér fram. Ráðleggur ríka áherslu á málefnum íbúa miðborgar þess ónæði sem þeir verið fyrirvegna skemmst þegar miðborgar verið tekið upp í fyrsta hlið tryggja lágmarksgrunn þar eins og svefn. Einnig með vísan 27. grein lögreglustjórnar farið þessu leið. Þá sem málið kann að varða það ónæði sem lausir hátala sem vextar af sömu skemmtistæki og nota utandyra verði fjarlægðir. Ég tafarlaust fjarlægðir. Ég get tekið þið alveg, ég er bara að segja til. Fljótt sem auðið er, en svona maður reyna að vera... Mér finnst bara verði fjarlægðir, segir allt sem segja þarf. Já, ég sammála því. Það var svo þreytt að það gerist ekki neitt. Já, en það er alveg, það er bein aðgerð. Þannig að það er annars verið að senda áfram inn í þannan farveg sem er til staðar og svo hins vegar að leggja til að þessi aðgerð fari verði í hana. En Þórey, að þú varst þarna í rannsóknarlega, hvaða staðir eru þetta sem er þetta nýtt? Er þetta bara labbara hjá príkinu eða allir með þetta út eða? Já, það eru bara talsvert margir staðir sem eru með tónlist úti á sama tíma og þetta er bara svo líka hérna eins og þegar þú ferð hérna á Sæta svíninu og þar sem að berst upp í grjóta. Vesturgötuna. Já, þetta Er það bara partí úti eða hvað? Já, þú ert með Pablo Disco Bar og þú ert með Sæta svínið og þú veist, og þetta er bara verður svona hræri grautur af hávaða. En Laugavegurinn og stöð? Ég hef ekki mikið tekið eftir þessu þar sko, ekki eins mikið. Já. Hvaða staðir eru Það lítur að hægt að hafa partí og taka tillit. Það lítur að hægt að finna eitthvað fallegt samlíf. Hvaða staðir eru skólar? Hversu neðarlega eða hversu ofanlega það er? Kaffibær. Já. En þá langum að bera þetta upp hérna til samþykktar, þessa ályktun. Og Hanna, þá beinum þessu til, Hanna hefur gefið í sitt samþykki fyrir þessu, þeir sem samþykki gefið það til kynna. Veit sem langar að bæta við að þegar óskattir eru tekið upp í fyrsta kannski gott að nefna hverjir af borgaryfirvöldum og það er bara aðilum eitthvað slíkt. Já, það er bara mjög vel til fyndið. En það samþykkt með þeirri viðbót. Það er í rauninni eins og ályktinu hljóðar en þeir fá að... Þú ert að tiltaka aðalega. Já. Mjög gott. Það verður að fara að stíga upp og skrifa. Íbúar geta ekki verið í allt sumar með allt óbreytt. Ekki að vera með þetta ofan á í rauninni allan hinn hávaðan sem það er. Þú veist að því fólk náttúrulega er fyrir utan og það er verið að djamma og það er á leiðinni til og frá skemmtistöðu. En þegar þú veist komið þetta líka. Þetta var eitthvað sem hægt var að gera strax og svo má alltaf taka næstu skref. Loka allt klukkan 1. Og svo bara upplýsti þið endilega ráðið í framhaldinu umræðina á samráðsvettvanginn málefnum miðborgar. Ég kynnti það á síðasta fundi síðan. Já, einmitt. Það var bara til kynningar. Já. Þá erum við með, er þetta komið þá? Þetta er komið. Ok, þá erum við með bókun varðandi, eða fyrirspurn. Sem að varðandi þá göngurnar. Og það er þarna í spjallinu sett inn klukkan 18:16, það var varpa því upp. Og ég ætla bara að lesa upp, auka þar aðgengi íbúa miðborgar sem búa við göngugötu. Vöruafgreiðsla til klukkan 11 alla virka daga, kallar eftir rýmri heimild fyrir íbúa, óskar eftir að fá kannað eða óskar eftir að athuga verði hvort íbúar geti fengið skilríki í bílinn og geti notað ef sopur undir svo ekki komið til sekta. Varðandi öryggi þá þarf að merkja göngugötur
þá þarf að merkja göngugötur betur. Þá þarf að merkja betur að vöruafgreiðsla sé heimil til klukkan 11 alla virka daga á göngugötum. Breytum aðeins bara orðaröðinni þarna. Og þá svo komið fyrirspurning hvernig þetta komið til móts við íbúa svo þeir geti komið vörum til heimila sinna. Þá á þeim tíma sem vöruafhending á sér stað eða utan þess tíma. Það ein fyrirspurnin. Og önnur fyrirspurn væri óskar eftir svörum hvernig hægt sé að merkja vöruafhendingarsvæði þannig að gangandi vegfarandi stafi ekki hætta á. Já. Ekki þetta komið fyrirspurn? Það myndi ég telja að vera rétt. Þetta síðast sem þú ætti að lesa upp í spjallinu? Já, það frá sett inn klukkan 18:16. Já, þetta seinni 18:16. Það þarf að breyta bara svona nokkrum orðum eða setningaskipan. Já. Geturðu afritað þetta og samt mér þetta? Já, ég skal gera það. Í tölvupósti. Já, takk. Já. Sjá. Ég var að senda á þig fyrirspurn og ætla svo að senda þér með illuströndunum líka. Varpa upp svona síðasta göngugötur. Já, við hefðast saman yfir þetta. Byrjum bara á fyrirspurn varðandi lið 3. Fyrirspurninni varpað hér upp. Hún hljóðar þá svo: auka þarf aðgengi íbúa miðborgar sem búa við göngugötur.
Vöruafgreiðsla er til klukkan 11 á virka dag, kallar eftir rýmri heimild fyrir íbúa og óskar eftir að athuga verði hvort íbúi geti fengið skilríki bíl og geti notað svo brundir svo ekki komið til sekta. Varðandi öryggi þá þarf að merkja það betur við göngugötur að vöruafgreiðsla sé heimild til klukkan 11 alla virka dag. Hvernig er þetta komið til móts við íbúa svo geti komið vörum til heimila sinna þá á þeim tíma sem vöruending á sér stað eða utan þess tíma. Og önnur fyrirspurn er óskar eftir svörum hvernig hægt sé að merkja vöruafgreiðslusvæði. Þannig gangandi vegfarendur stafi ekki hætta umferð. Já, svæði. Það verið varsana. Já. Vöruafgreiðsla heimild til klukkan 11 alla virka dag. Er það að segja það? Já, heimild, já. Er hún milli 7 og 11? 7 og 11. Já. Er eitthvað sem er Bjartilega að taka það þá fram. Eru að segja að þið viljið fá, þið viljið koma til móts við íbúa svo ekki að vörum til heimili sinna utan þess tíma sem nú er heimilt. Já, og eða, með það sem Sigrún að segja, þá sko ef að hún er skotist inn til þess að flytja í Kersókon sinni upp, þá er hún verið fyrir áreiti að hún þykir þá vera að keyra inn á göngusvæðið. Og spurning hvort það megi bæta þið, sem sagt segja bara hér vöruafgreiðsla er heimild til klukkan 11 alla virka dag en kallar eftir rýmri heimild fyrir íbúa utan þess tíma. Já. Það er svona öðþórskýra. Það er óskýr, eða sem sagt þessi málsgrein sem er pínu óskýr. Já, þá kannski bæta við hana án sektar. Já, það hefur. Þannig að spurningunni. Já, sem getur verið til síðan án sektar. Já, því að eins og ég skilði það þá... Já, fólk hefur fengið sekt. Já. Svo náttúrulega fyrir utan aðdróttanir og... Er þetta, við berðum upp það til samþykktar? Það samþykkir fyrir textina. Ég er alltaf... Og hann samþykkir? Nei, ekki að hana... Ég held að þetta sé frá því fyrra, já, og hún samþykkir þetta líka. Þannig að þetta skoða samþykkt, það var að þriðja bókari sem hún við smíðum, það var varðandi Ylströndina og ég velst beint að þú varpar því. Já, við erum búin að samþykkja um hátalarna, já, sýniskrifaði. Já. Og með það sem við ræddum áðan, þá fyrir dyrum standa stóra framkvæmd til að bæta Ylströndina og bæta aðgengi. Íbúar á miðborgar Hlíða óskar eftir að strax verði farið í einfaldar aðgerðir áður en mesta sumartrafíkin og Ylströndina brestur á. Það sem er mikilvægt að fólk með ólíka færni komist leiða sinna svæðið. Í því tilliti má nefna að setja ramp á gufun og stækka hurðopinn í búningsklefa þannig að hjólastar komist þar inn. Þetta er bara eitthvað sem væri ætti að vera hægt að bregðast við skjótt. Þannig að ég ber þetta upp til samþykktar. Þessum samþykkja þetta kynna spurning. Og Hanna, samþykkir þú þetta? Já, Hanna samþykkir líka. Þannig að þá höfum við lokið að afgreiða þessar bókanir. Það er enga fyrirspurning komin inn á vegginn okkar. Og við erum þá með hérna lið 6 sem er málefni hverfisins til umræðu. Og við erum lítið búin að ræða annað en málefni hverfisins, en ef það hefði til dæmis komið inn fyrirspurning á spjalli þá hefði verið hægt að taka það fyrir, eða við eins og náttúrulega verður vonandi í framtíðinni svona opni fundir að þá getur fólk mætt og jafnvel borið upp erindi á fundum. Það hefur ekki sendt áður. Ég kannski með svona, ég og þú rætti þetta oft áður sko, ég ætla bara svona langar kannski bara að setja þetta einn varðandi, sko, þetta er hluta deiliskipulega varðandi að götum þessi, hvernig geta íbúar óskar að götur verið vistgötur. Það var bara í þeirri hugmyndafræði að lækka umferðarhraðann enn frekar. Já, einmitt. Því að, sko... Ertu að hugsa, langar að senda inn fyrirspurn varðandi það? Já, ég meina bara, sko,
á það að vera torvelt að sækja vistgötur á það að vera auðvelt af því að ég ekki vissum að ef allir megin hluti íbúða ná sér að hafa þessi skoðun að vilja minnka eða þessu en þetta þarf að undirgangast skipulagsmál, ég áttum á því og þá náttúrulega heildrænt út frá hverju og svona gæti öll Vesturgatan myndi samþykkja að óskipta Vesturgatan yrði vistgata eða Gunnarsbraut gæti hún óskiptir verða vistgata, hvaða form fær hún í? Það var náttúrulega bara mjög athyglisvert að kalla bara eftir upplýsingum það. Það eru vistgötur, það ekki marga vistgötur, það er er ekki bara Hafstígurinn í miðborginni sem vistgata. Ekki Þórskapar síðan, ég held að það sé bara Hafstígurinn síðan formulega. Ég veit að íbúar þar höfðu mikið fyrir því að fá það samþykkt, en þau náttúrulega stóðu öll sem eitt saman og þetta svona lítil, mjög gata. Ég örugglega flækjustíð, örugglega meira á svona umferðar þyngri götum eins og hvort það Gunnarsbrautin eða Vesturgatan. En það sjálfsagt að kalla eftir upplýsingum En svo vantar einhver munur eitthvað sem heitir vistgata og svo fær götur það sem maður þekkir til Vesturbæ, það búið að setja svona ker bara til þess að torvelda umferðarhraðann Það ekki vistgata. Nei, ég veit það, en það einhver munur þar á, en tilgangur auðvitað sá með kerjum að draga úr umferðarhraða. En það á móti kemur kannski fækkar einhverjum bílastæðum, þetta Viltu kalla eftir einhverjum upplýsingum þetta eða leggja fram fyrir? Já, ég held að væri kannski Og við getum að sjálfsögðu, við getum alltaf að kalla eftir eins og við vitið, á milli funda, þá erum við ofta að kalla eftir upplýsingum alls konar mál, þannig að Við erum að halda áfram við minna en 45 mínútur eftir. Já, þannig að við þurfum að drífa okkur. Þannig að því við erum eftir svona... Já, ég skal bara útbúa svona og senda inn. Það ekki að gerast í dag þessu fundi antalega. Við getum alltaf sendt frá okkur fyrirspurnir og gerum það mjög gjarnan til þess að undirbúa dagskrárlega á fundin. Ég skal bara setja svona niður í tölvupósti til þín eða eitthvað. Já, og Heimir getur kallað inn á sviðið. Þetta var svona, ég reyna að bregðast við liðinu málinu hverjum sína lit, En ef þú vilt hendinni núna, þá bara getur við mótað hann og við setjum hana inn í... Styrkir þetta svo spennandi hérna. Já, við leggjum hérna fram þá, það á opnum hluta dagskrárinu, það ekki greinargerðin vegna styrkjana, eða þá lokað hluta. Það er lokað. Það er lokað. Þá erum við búin að ljúka þá opnum hluta fundarins og þar sem þetta síðasti fundur þessa ráðs, þá langum við bara að nota þetta tækifæri til þess að þakka kærlega fyrir samstarfið öllum ykkur í ráðinu og öllu starfsfólki borgarinnar sem hefur stutt við ráðið með ráðum og öllum og íbúum og öllum okkar samstarfsaðilum á þessum vettvangi hverfanna. Og vona bara ykkur og okkur öllum farnist áfram veg og vinnum að hafa hverfana með hvað hætti sem það er. Þannig að ég þakka kærlega fyrir samstarfið. Takk sem leiðis. Bara fyrir þína náttni hverjum okkar að sinna eins og þú hefur gert af mikilli elju, svo það sé sagt. Já, takk fyrir og bara sömuleiðis. Þá förum við yfir lokan hluta fundarins.